Já, góður áhorfendur, velkomin að Rauðaborðinu á skírdegi. Það 50 í dymbilviku og einhvers konar páskahátíð án ferminga og án fjölskylduboða og án alls eiginlega sem að lita páskana. Það var lita páskana, þannig að nú eru fjölskyldur út borg og bí að reyna að semja annars konar páska í sóttkví. Við látum eins og það sé bara hversdagurinn og við höldum áfram að tala um kreppuna sem að koronavírusin ríður á og sem að ríða yfir íslenskt samfélag. Í kvöld ætlum við að beina sjónu sérstaklega að smáatvinnurekendum og fólki sem að lifir í svokallaða harkhagkerfi sem eru verktakar og vinna frá tímabundnu verkefnum yfir í næstu tímabundnu verkefni. Og hingað til þess að ræða þetta eru komin góður hópur af fólki. Það Sveinn Sigurðsson sem einn af eigendum Smiðjunnar brugghús í Vík í Mýrdal, Guðmundur Ingi Þorvaldsson, leikari og prímusmótor innan frjálsu leikhússenunnar, Elín G. Ragnarsdóttir sem vert á Gráa kettinum í Hverfisgötu og svo hér líklega kemur Baldvin H. Sigurðsson sem líka vert á flugkaffi á Akureyrarflugvelli og blanda sér inn í umræðuna. En ég ætla bara að byrja á að skipta yfir í Vík í Mýrdal. Sveinn Sigurðsson, velkominn. Takk. Það kannski áður ég spyr fyrirtækið þitt sem að þú og fjölskyldan og vinir hafa búið til. Vík í Mýrdal líklega sá staður á landinu sem hvað háðastur, eða það byggðarlag í landinu sem hvað háðast ferðaþjónustu, eða ekki? Jú, það eiginlega ekkert annað. Þetta snýst allt ferðaþjónustu. Mér heyrist að séu komnar að séu 33% atvinnuleysi í Vík. Og til dæmis eins og bara hjá okkur að þá erum við núna með svona 10% söluna með hvernig það væri fyrra. Og ég held að sé á hreinu að það bara í rauninni einn ferðamaður á svæðinu og hann búinn að vera á það núna í 7 vikur, Bandaríkjamaður, að hann vill ekki fara heim til New York aftur. Já. Og ég ferðaðist aðeins á svæðið í dag og það var svona páskaeggjuleit með börnunum og það var farið svona upp á Reynisfjall og svona Reynisfjöru og eitthvað og þar var fjaran alveg tóm. Þegar við fórum fyrir 3 vikum, þá var all bílastæði stöppuð. Þetta alveg bara ótrúlegt, þetta bara draugabær. Já, það þú segir 33% atvinnuleysi. 33% heyrði ég allan núna daginn. Ég nú ekki með alveg staðfest, sko. Dýpsti punktur atvinnuleysis í kreppunni miklu í Bandaríkjunum var 24%. Já. Þannig talið að við Íslendingar munum ná því bara núna í þessum mánuði. Þannig að 33% atvinnuleysi eitthvað, það mjög erfitt fyrir fólk að ímynda sér. Það kannski eiginlega, það að þurrkast út raunverulega allur almenni geirinn. Já, ég held núna að ég held að við séum eini veitingastaðinu sem bara orðin opinn í Vík. Ég held að það gæti verið á bensínstöðinni. Ég ekki alveg með á hreinu en allir hinn eru bara búin að loka, sko. En hvernig fyrirtæki þetta sem þú ert að reka í Vík? Við erum náttúrulega með svona bæði brugghús og veitingastað og við byrjuðum þetta svona fyrir 2 árum. Já, við höfum 2 ára afmæli eftir 2 daga og upphaflega hugsunin var að við ætluðum að opna brugghús fyrst og svo veitingastað, svo snýrist þetta við og svo urðum við svo heppin að það var svo brjálað að gera, við höfðum ekki tíma til að opna brugghúsið fyrir í janúar í fyrra og núna bara planið þannig að fyrst við erum komin í svona litla sölu að þá bara þurfum við að snúa planið akkurat við aftur og núna bara fyrir allir bjór á dósir og við ætlum bara að reyna að herja á innbúðina og treysta á að fara eitthvað þar. Ekki hægt að treysta á veitingastæði núna. Þannig að þú styður það tillögu eða frumvarp dómsmálaráðherra að megi senda áfengi í pósti heim. Að sjálfsögðu, heimasíðan tilbúin, sko. Netverslun bara ready, sko. Eins og hjá flestum brugghúsum á Íslandi. En þið byrjuðu þessu fyrir 2 árum, þannig að maður myndi ætla það að þetta þessu ennþá með stoppkostnaðinn í skuldum. Já, og við vorum eiginlega bara bæta við það núna að rétt áður en þetta gerist þá fórum við í stærstu fjárfestingunum bara eiginlega frá upphafi að við vorum að kaupa dósavínu sem kostar eiginlega meira en allt brugghúsið og vikuna áður en allt þetta gerist þá pantaði ég með 100.000 dósir þannig að ég hef væntanlega ekkert mikið við það að gera alveg eins hratt og ég bjóst við. Þannig að þetta bara að lenda í næstu viku þannig að við bara erum að byrja núna þá verður bara sett á fullt
að bara setja á dósir og vona það besta. Já, en staðan þannig að þegar þú sest niður og ferð að reikna þetta, sérðu einhverja lausn í þessu eða eru þið bara í svona lífróði að reyna að gera eitthvað til þess að afla tekna upp í kostnað og skuldir? Þetta er náttúrulega bara, þetta er bara náttúrulega bara að reyna að halda þessu gangandi, sko. Við ætlum ekki að gefast upp eitthvað, það er ekkert. Nei, það sem ég er að spyrja hvort þú sjáir sko einhverja svona hvaða leiði geti farið út úr þessu eða eru þið bara að leita að einhverjum hvort þið finnið eitthvað sko business model hann á leiðinni? Við náttúrulega vonumst til þess að eins og veist að þá er náttúrulega túrismin alveg gífurlega mikill í Vík að ef það fyrir eitthvað að opnast að þá munum það byrja væntanlega sem fyrst í Vík sko. Og eins og núna á næstunni eru líka kvikmyndaverkefni bara leið og allt opnast þá er þarna Netflix-serían hjá Baltasar Kormáki að koma þarna og það verður ykkur 5-6 vikur með 70 manns og þeir eru búin að lofa því að klára allan bjórinn sem við eigum að laga. En þarna eins og staðan er núna sko, þá vorum við náttúrulega bara búin að undirbúa okkur fyrir sumarið þannig að við hefum kannski 4.000 lítra af bjór á kútum sem átti bara að vera á veitingastaðnum og núna bara veitum við ekkert hvað gerist með það. Það selst ekki á neina aðra veitingastaði og selst ekki til okkur og þannig séð. En það er ennþá eitthvað í gangi en við munum ekki geta haldið áfram með allan það mannskap sem við erum með á launaskrá sko. Það mun bara ekki, dæmi gengur bara ekki upp þannig sko. En Elín, þú ert á Gráa kettinum sem er lokað núna. Já, við bara lokuðum. Það var ekkert mann að ræða. Við ætlum að reyna páskar að hafa opið í 3 tíma, gera svona tilraun. En ég er svo sem ekkert mjög bjartsýn á það. En við lokuðum 22. mars. Og var það vegna þess að þá var bara fái Gunnar eða var ekki hægt að vera út af 2 metra reglunni eða hvað? Já, það er 2 metra reglan, þetta lítill staður. Og það voru heldur engir kúnnar. Þannig að allir útlendingarnir farnir og Íslendingarnir voru ekki að koma. Þannig að þetta bara var svona eiginlega sjálfhætt bara þarna. Grái kötturinn nú sögufrægur staður en svona undanfarið hefur hann verið sögufrægur út af framkvæmdum við Hverfisgötu þar sem að þið stóðuð í stríði við borgaryfirvöld mánuðum saman. Það má segja það að við séum rétt núna sko jafna okkur á því. Þeir lokuðu þarna aðgengunu í 8 mánuði í fyrra. Og þá En við vorum svo sem búin að ná áttum. Reksturinn var í bara góður rekstur. En þetta, nú veit maður ekki hvað gerist. Við hefum náttúrulega enga sjóði til að seilast í. Nei. En þið leigið húsnæðið Við leigum húsnæðið. Hafið þið fengið lækkun á leigunni eða hafið þið fengið framlengt í lánum eða hafið þið notið einhver svona einhver aðstoðar? Velvildar hjá leigusölum. En við erum búin að tala í bankann til að hvað þeir geta gert með næstu mánuði til að hvað möguleika við höfum og mér heyrist það bara eina sem er í stöðunni er að taka yfirdráttarlán og vera í persónulegum báðir eigendur í persónulegum ábyrgðum fyrir þeim yfirdrætti. Það er engin held ég brúarlán fyrir svona lítil fyrirtæki. Þetta er bara, þannig maður það bara ákveða sig hvað þið er tilbúin að leggja á því, skuldbindaði mikið. Þannig að það er eiginlega það sem ykkur stendur til boða er eiginlega veðja á það að allt muni verða bara mjög gott, mjög snemma og taka skuldir á ykkur og ef það gengur ekki upp þá eru þau raunverulega að hætta því að þið verði bara persónulega gjaldþrota. Við verðum það bara persónulega gjaldþrota. Þetta er svoleiðis. Þannig horfir þetta mér eða okkur. Já. Þið eru á Spáni? Já, það var nú, við erum með bókaútgáfu, hjónin. Og það var búið ákveða það að dóttir okkar tæki í köttinn í 1 ár, Gráa köttinn. Og við færum til Spánar og við vorum varla búin að skrifa undir leigusamning í 1 ár og var skellt í lás hérna. Við ætlum bara að vera hérna. Maður getur verið hvað sem er með þessa bókaútgáfu. Þannig að þið eru bara innilokuð í stofufangilsi á Spáni? Við erum bara í stofufangilsi á Spáni. Og það er miklu harðari þar er útgöngubann, hreint og beint? Það er bara útgöngubann og þú þarft að eiga brýnt erindi til að fara út. Þú ferð ekkert út bara í göngutúr. Ég fór út að skokka með hundinn og löggan stoppaði mig.
Ég ætti að vera bara 20 metra frá heimilinu að viðra hundinn, ekkert eitthvað að skemmta mér í leiðinni. Við megum ekki fara 2 í bíl, nema bara, ég veit ekki, ég væri búin að missa hendina eða eitthvað, en það eru mjög strangir og þeir eru á hverju horni hérna. Og fólk fer eftir þessu. Þetta svolítið erfitt að vera í stofufangelsi á Spáni með fyrirtækið í hættu heima. Þetta mjög erfitt. Maður mjög áhyggjufullur og auðmikið dóttirinn ítekin við þessu og full af hugmyndum og áhuga á svo bara engin kúnnar. Já, það eru margir svona brostnir draumar hjá fólki sem hefur verið í svona eigin rekstri út all land í dag. Það er líka bara, það eru 10 manns á launaskrá hjá Gráa kettinum og sko helmingurinn af þeim eru í undir 50% starfi og þetta, þú veist, það kemur bara illa við alla. Og núna eru við að borga 25% laun með 0% tekjur, þú veist, 100% tekjumissi. Þannig að þetta getur ekki gengið. Allavega ekki eins og ég sé það. Ég gekk í gegnum bæinn og hitti þar vert á kaffihúsi sem ég fæ mér stundu kaffi á og verið þar að hitta fólk. Og hann var búinn að loka, hann bara kom svona út þegar hann sá mig labba framhjá. Og ég spurði svona hvernig gengi og hann sagði, ég er bara búinn að loka og ég sagði, gastu talað við leigjandann? Hann sagði, já, hann hringdi mér svo undan, sko. Og þá áttar maður sig á því að oft sem fólk lendir í þessu, þá lokast það inn í sjálfum sér að raunverulega þarf að telja í sig kjark til þess að hringja í leigusalana. Hann var svo heppinn að leigusalinn hringdi á undan og bauð honum bara að hann myndi ekkert innheimta leigu fyrir hann myndi opna aftur. Og svo sagði hann á við, ég sagðist bara alltaf að gera við húsnæðið á meðan, svona upp í það, af svona inngróinni samviskusemi. Og svo sagði hann, en svo náttúrulega var hér þetta ekki starfsfólki og hann ef það verið gengið á mig að borga uppsagnarfrestina, þá er ég bara búinn, sko. Ég ekki með krónu upp í það. Hún býðst vantarlega yfirdráttur með persónulegum ábyrgðum eins og okkur. Það er eina leiðin. Guðmundur Ingi Þorvaldsson, leikari, þú hefur verið tekið mikið þátt í svona frjálsu leikhússinnunni þar sem að fólk ekki fastráðið, þetta er vinnu frá einu verkefni yfir í næsta. Eins og með tónlistarfólk að þá var eiginlega ykkar svona viðskiptagrunninum undan listinni bara kippt í burtu, hann er ekki til núna, eða hvað? Nei, hann er ekki til. Ég meina það er alveg svakalegt að það var fundur hjá Sjálfstæða leikhúsinu daginn og það var tekið saman að bara frá 15. mars til 15. apríl voru 400 viðburðir og sýningar sem var aflýst, basically. Og það er ekki bara það, heldur svo er náttúrulega stór hluti af þessu fólk að vinna við að skemmta árshátíðum og veislustýra og svo framvegis. Og það er náttúrulega, og mikið af fólki sem er í þessum sjálfstæða geira að taka inn stóran hluta tekna sinna á þessu tímabili akkurat núna, mars-apríl, þessu árshátíða tímabili. Og treystir á þetta tímabili. Þannig að staðan þar er bara, í mínum bransa er bara alvarleg. Alveg sama hvernig á það er litið. Ég meina, fólk má ekki einu sinni hittast og æfa. Skilurðu? Það er ekki eins og getur einu sinni undirbúið þig til þess að þú sé tilbúin þegar þetta losnar Þú mátt það ekki. Þú mátt ekki einu sinni hittast og æfa. Ég finnst nú, sko, ríkisstjórnin verður náttúrulega að reyna sitt besta þegar lofa núna milljarði inn í verkefnasjóði í tengslum svona í kringum þennan geira og íþróttirnar svo það náttúrulega fyrir að útfæra það allt og það bíða allir möndin í hálsinum eftir að fá að sjá svona hvernig þetta verður útfært. Mikið af sjálfstæðu sviðslistafólki er kannski ekki endilega að skila skattskýrslum eða að greiða reglulega, heldur kannski áskila fólk. Þannig að það er miklu þyngra fyrir þetta fólk að komast inn á atvinnuleysisbætur. Og náttúrulega sérstaklega er þetta slæmt fyrir ungt fólk sem er kannski nýbúið að stofna fjölskyldu og er með eitthvað svona hugmyndir fjárfestingar og framtíðina, sko. Þú veist, menn eins og ég sleppa til, ég er búinn svolítið með þetta tímabil í mínu lífi, sko. Ég á íbúð og ég á bíl og þú veist, ég á það sem ég þarf. En
En sko, já, sko, fólk bara reynir að láta hverjum degi nægja sína þjáningu og ég svo stoltur af mínum geira, bæði tónlistageiranum og leikgeiranum, sko, að fólk að láta gott að sér leiða. Það er að streyma tónleikum og streyma viðburðum og það er verið að gefa RÚV efni, þú veist, leiksýningar og Það er að gera það sama og Sveinn, það er bara að tappa bjórnum á dósir og senda það út. Já, en þú veist, en flest af þessu gert án greiðslu, skilurðu, og ég er nú ekki viss að það myndi mörgum líða vel í þessu ástandi heima hjá sér ef þeir hefði ekki tónlist, ekki bækur, ekki bíómyndir, ekki leiklist, þannig að þú veist, það er svolítið verið að sýna kannski í þessu fári öllu saman hvað svona minn geiri í rauninni mikilvægur og ég vona allavega að fólk fái svona kannski eitthvað sjálfstraust út úr þessu þannig. En það er einhvern veginn engin lausn í sjónmáli, þú veist, það er bara, það er allir bara að reyna að lifa af einn dag í einu, í mínum bransa, sko, myndi ég segja. Og þetta er stór hópur af fólki sem er að vinna við leiksýningar og tónleika. Ekki bara það, þú líka tala kvikmyndagerðar fólk, skilur, og þetta er ekki bara leikarinnir, þetta eru hljóðmennirnir og ljósamennirnir og rönnirarnir og hvað þetta nú heitir allt saman. Þetta eru risastór batteri sem eru bara öll að búa að parkera þessu öllu. 90% myndi ég segja að þessu fólk eru verktakar og ef það er ekki verkefni þá bara engar tekjur. Þetta er bara svo einfalt. Og oft á tíðum svolítið flókið fyrir þennan hóp að komast inn í kerfið, sko. Og auðvitað, maður sér alveg að ríkisstjórnin og svona ráðamenn og gaman að heyra líka að svona leigusalar og fólk sé að sýna óbilgirni, að vera næs, fyrirgefðu, af því að það þarf, af því að, þú veist að segja áðan að bera þetta saman við kreppuna á 29-30 og eitthvað, og þetta er, þú veist, ef þetta fer ákveðið neðarlega, þá er bara mörg ár verið að ná sér upp, sko. Og svo eru náttúrulega menn eins og ég til dæmis vinn rosa mikið erlendis, með umboðsmann í útlöndum og ég rétt slapp heim frá Kanada, áður en að þeir lokuðu landamærunum og er þar í svona verkefni sem er svona langtímaverkefni, 15 mánuðir og það er bara, þú veist, það þarf að klára það einhvern tímann en það er ekki hægt að klára það núna. Þetta er svona alþjóðlegt verkefni með leikara og listamenn alls staðar á heiminum og það eru bara allir fastir. Þýsk stjórnvöld, þau voru með sérstakar aðgerðir til stuðnings menningar og listageiranum og þegar maður þýðir það yfir á íslensku með við fólksfjölda og svoleiðis að þá voru það 55 milljarðar sem þeir voru að leggja inn í hagkerfið til þess að bjarga þessu geira. Og 1 milljarður er náttúrulega sko sára lítil upphæð, þannig ekki með að íþróttirnar eiga að vera þarna með. Ef við tökum bara sko stóru leikhúsin eins og borgarleikhúsi og þjóðleikhúsi, það er alveg klárt að þau þurfa raunverulega stuðning sem að nemur allri miðasölu sem hefði verið á þessu tímabili. Þannig að bara symfónían, borgarleikhúsið, þjóðleikhúsið, stóru menningarstofnanirnar, að þær taka þennan milljarð bara fyrir hádegi, sko. Þannig að, og eftir stendur kannski fjöldi starfsmanna eins og þú ert að lýsa 400 sýningar og svo kvikmyndaverkefnin og svo leiðis, þannig að þetta er kannski í fjölda er þetta starfsfólk á við lokun kannski 4, 5, 6 álvera. Ég er ekki nokkrum vafa um það, þú bara hugsar allar árshátíðirnar, allar tónlistamennina, allar veislustjórana, fyrir utan allar þessar hefðbundnu leiksýningar sem ég var að tala þú veist, ég held að 24 hópar áttu að vera með sýningar á tímabilinu 15. mars til 15. apríl, samtals 400 sýningar. Það sem eru engar tekjur af miðasölu og ekki neitt, sko. Þannig að, já, þú veist, ég veit ekki hvernig það er alltaf að útfæra þetta. Ég myndi nú halda þessar stofnanir þetta fá bara sérúrræði og þetta ætti að fara í sjálfstæðageirann og íþróttafélögin náttúrulega líka, þau náttúrulega standa skelfilega mörg hver og örugglega ekkert skárri en menninga og listageirinn. Ég vorkenni þeim líka. Þetta er náttúrulega sami business, það er bara að þetta byggist á því að vera með einhvers konar vöru, sjó til að selja og að fólk komi.
og ef það ekkert sjó, þá kemur ekkert fólk og stór hluti af tekjunum náttúrulega hlýtur að vera í formi miðasölu hjá þeim eins og hjá okkur. Þannig að þetta er skelfilegt sko. Og svo náttúrulega sko, þú veist, þetta er svo erfitt sko af því að kannski í hruninu sko eftir það var einhvern veginn hægt kannski ef menn voru duglegir eða þú veist var einhvern veginn hægt að bjarga sér, en það er ekkert núna til að bjarga sér. Þú mátt ekki einu sinni fara út. Þú mátt ekki fara til Noregs eins og fólk gerði. Nei, þú veist, þú ert bara fastur. Og manni finnst náttúrulega alveg skelfilegt að heyra til dæmis eins og hækkandi tölur heimilisofbeldi og ofbeldi gegn börnum og svo framvegis að fólk greinilegt að fólki líður mjög illa og er frústrerað yfir þessu sko. Sveinn, hérna Vík í Mýrdal er lítill bær, lítið sveitafélag. Hefur eitthvað svona hugmyndum, þú veist, hvernig það geti staðið svona af sér sem sveitafélag? Því að náttúrulega sveitafélagi eru bara að missa allar útsvarstekjur og mikið af tekjunum sínum á sama tíma og það kemur sko mikil krafa á sveitafélagið að auka þjónustu út af ástandinu. Hefur hugmyndum hvernig sveitafélagið stendur? Ég bara hreinlega veit það ekki alveg sko. Ég ætti nú að vita, kona mín er í sveitastjórn en ég lifi henni bara sjá þann hlutan. En þetta er bara, þú veist, eins og þetta bara gerist eitthvað svo hratt, að maður bara næri ekkert fylgjast með þessu öllu. Maður er bara svona hálf búin að vera inn í sinni búblu, bara að reyna að hugsa hvernig við reddum okkur sjálf okkur. En sveitafélagið, þetta er bara hreinlega veit það ekki. Þetta er náttúrulega alveg hrikalegt hvað núna verður bara fólk flótt örugglega sko. Það er nefnilega eitt af því sem maður saknaði úrræðunum hérna heima var aðgerðið fyrir sveitafélögin því að ríki getur að prenta peninga en sveitafélögin geta það ekki. Nú kemur hvert sveitafélag fætur öðru og er að lýsa því yfir að ætla að fara út í framkvæmdir og eitthvað fleira. En þetta er svolítið svona háskalegt upp á framtíðina. Það er miklu auðveldara fyrir ríkið að það verður meiri sveigjanleika til að bregðast svona við. En reyndar veit ég að Vík ætlar að reyna að byrja á einhverjum verkefnum sem þeir eru búin að vera með í sambandi með vegagerðinni. Það er byggja eitthvað hringtorg og einhvern varnargarð sem búið að vera, það er svona eina sem ég veit að er allavega á hreinu núna og reyna að íta ykkur svona aðeins allavega veit ég að verkefnum áfram sko en hversu lengi það endist, maður veit það bara ekki sko. Má ég spyrja svona hvort að þú hefur reynt að heyra í þínum lánadrottnum og svona þeim sem að, ég veit ekki hvort þú leigir eða hvort þið eigið þetta húsnæði, hvort þú hefur svona verið að kanna það hvaða svigrúm væri til þess að íta kostnaði undan þér? Við gerðum þetta bara eiginlega strax sko, en þú veist, við vorum reyndar sko, við vorum ekki það illa sett sko, lánalega séð sko, en núna bara vorum við að leggjast í þessa fjárfestingu og þannig að við skuldum hana algjörlega sko, þannig að það jafnast á við bara eiginlega allan stofnkostnaðinn sem var í upphafi, en við bara hringdum bara strax í bankann og við erum bara í góðum samskiptum við þau bara og vildum fá að vita bara, þú veist, þá var þetta ekki eins og komið svona langt sko. Og þau allan sögðu okkur að við þyrftum ekki að hafa áhyggjur allan ennþá sko, við varum alveg ágætlega sett sko. Og með húsnæði við erum að leigja, en það er einn af hlutunum sem á húsnæðið, þannig að við vinnum þetta bara svolítið saman sko. En við vorum náttúrulega bara ef þetta gerst viku seinna, þá hefur við verið að stækka húsnæði hjá okkur. Við vorum að fara breyta og fara að leigja ennþá meira pláss sko, og stækka veitingasalinn og svona, þannig að það var eiginlega bara gott að þetta gerist þessari viku en ekki vikuna eftir sko, þá bara vorum við komið fullt að iðnaðarmönnum sko. En þegar þú horfir fram í tímann, hvað ertu að velta fyrir þér? Það gæti komið kannski, þegar þetta verkefni sem Baltasar kemur með leið og leikarnir mega að vera nær hvor öðrum 2 metrar. Það er erfitt að... Það er náttúrulega ekki hægt að treysta á eitt þannig verkefni sko, það er ekki að hjálpa okkur endalaust sem veitingastað sko. Nei, en það er sýnilegt, en hvernig fyrir þér að komi túristar í haust eða eftir ár? Já, við þá sem ég er búin að ræða við, við erum búin að ræða við, að þá eru svona afbókunar farnar að teygjast fram í júní, en svo er alveg eitthvað eftir það sko á svæðinu, en þú veist, svo bara breytist þetta sko. En af þeim svona, af okkar kúnnum, þá var þetta rosalega mikið af Bandaríkjamönnum og ég er ekkert að sjá fram á það að þeir komi neitt mikið á næstunni sko, og svo að, maður bara veit það ekki sko, það er... En já, það var stór hluti af okkar kúnnum eru Bandaríkjamenn sko. Þannig að maður veit ekki hvernig þetta verður. Elín, geturðu sagt hvað eru stór hluti af kúnnum Gráa kattarins túristar? Ætli það sé ekki svona helmingurinn?
sem þá örugglega farið. Já, þeir eru farnir. Og það ekkert fyrirtæki sem á að geta lifað það af að missa helmingina tekjum. Nei, og það hinn helmingurinn ekkert að fara að hittast á kaffi og svo spjalla. Þannig að ég veit ekki, þetta bjargast ekkert bara fyrir að koma bóluefni eða einhver álíka lausn. En þú, Guðmundur, hvenær verða, fólk að ræða það sín á milli, sko, hvenær óætt að fara að undirbúa sýningu eða hvernig upplifir hópurinn það? Eru þið að gangi í gegnum, fyrst þegar stjórnvöld ávörpuðu almenninga þá talaði Katrín Jakobsdóttir mikið að við þurfum að komast í gegnum skaflinn sem hljómaði eins og við verðum að fara í gegnum einhverja erfiðar 4, 5, 6 vikur. En núna náttúrulega komið annar hljóð í skrokkinn og fólk að tala að það geti jafnvel verið takmarkanir á samkomubanni, bara marga mánuði. Hægt og bítandi, það verður mjög langt þangað til að verður leyft að hafa, hvað tekur, segjum eins og Borgarleikhúsið, tekur kannski 420, 30, 50 manns í seti. Það getur verið bara margir mánuður í að það verður ótt. Ég held sko að þú veist, á þessu síðustu tímum svona að þú veist, þegar þetta var að byrja þá vonaðist að vörnastæltir til að þetta er svona smá skafl og allt í góðu með það, þú veist, allir tilbúnir að býta bara í súra í mánuð, sko, svo var talað sko fram í byrjun maí og þá fólk svona, ok, þá nú eiginlega svona leikhústímabili búið, þú veist, hvað gerum við þá? Þú veist, vonandi koma einhverjir ferðamenn, það mjög margir í mínum bransa sem að vinna meðfram þessu við einhvers konar túrisma, sem gætar eða hvað svo sem annað í hlutastarfi á veitingahúsum og svo framvegis. Þannig að, þú veist, það einhvern veginn sumarið ekki að fyrir að bjarga neinum virðist vera núna. Ég held bara að það séu einhvern veginn allir bara svona svolítið dofnir og það einhvern veginn engin lausn í sjónmáli. Ég veit alveg leið og það verður sagt, ok, nú þetta komið, nú komin ekki skaflinn og við munum fara að hittast og við munum fara, þá munu allir stökkva til, sko. Það, fólk að springa af þörf fyrir að skapa og láta gott að sér leiða og búa til sýningar og svo framvegis. En það veltur náttúrulega allt á því hvenær það verður komið eitthvað annað snið á þetta samkomubann. Ég meina, sumarleikhópar eins og leikhópurinn Lotta, ég meina, þau veit ekki hvort þið fá að ferðast landi í sumar. Skilur, það hefur verið þeirra tekjumódel og þeirra rekstrar fyrirkomulag að þau æfa á veturnar og búið til plötu og svo fara þau á stað á sumrin. Nú bara eins víst til dæmis, og ég tekur þau bara svona sem eitt dæmi af mörgum, alveg óvíst hvort þið fá eitthvað að fara á stað í sumar. Og hvað þau með það hafa marga áhorfendur og skilur, þú veist bara hvort það tekjumódel í gangi bara yfir höfuð upp. Ein ástæða fyrir því að stjórnvöld víða heim eru að styðja sérstaklega smáfyrirtæki að þetta burðarvirkið í atvinnulífinu, það eru flestir sem vinna hjá litlum fyrirtækjum. Það eru smáfyrirtæki sem að ráða nýtt fólk, stórfyrirtæki ráða ekki nýtt fólk fyrir kaupa rekstur og fækka starfsfólki og þannig það er svo mikilvægt að þau séu á lífi þegar finnst einhver leið til þess að koma tilbaka. Og maður sér þetta í veitingahúsunum hérna í Reykjavík að nú hvert veitingahúsið á fætur öðru að snúa rekstrinu sínu við og fara út í heimsendingaþjónustu. Ég held að ég hefði séð á vefnum að það veri heimsending, maður getur fengið trukkinn af gráa kettinum heim til sín, er það ekki, Elín? Nei, það hlaup út í bíl með trukkinn til þín. Já. Þú þarft líka sérstaklega leyfi, sko, ég held að veitingamenn sem heldur ekki búin átt þess að því. Þú þarft sérstaklega bíla til að keyra, þú mátt bara ekki fara í Jaðarsveginn og keyra trukkinn í næsta hús. Það alls konar reglugerðir kringum það, þannig en við megum bara afhenda þér trukkinn eða pönnukökurnar eða hvað sem þú vilt. Þannig það á að prófa þetta páskana. Án þess að ég ætla að fara að boða einhverja fögru eyðileggingu og endurnýjun kapítalismans, að þá sér maður samt sko kraftin í þeim sem að reka svona lítil fyrirtæki og fjölskyldufyrirtæki, hvað þau eru snögg að snúa sko business modelinu við og reyna að finna einhverja leið til þess að lifa af og kannski vegna þess að þau bara verða að gera það. Já, það er að gera reyna. Já, eins og Sveinn, hann eiginlega sneri sig við, þetta var veitingahús með bruggi og hann snýrði við, þá var þetta brugg með mögulega veitingahúsi.
Já, við fórum líka í heimsendingar og svona, en við erum alltaf með vinnubíl, sko. Það ekkert á jarastnum okkar, sko. Við fórum í heimsendingar og græðum grillpakka núna fyrir páskana og svona, þú veist, með rifjónum okkar og svona ýmsu. Þannig að það var til að reyna að gera eitthvað og kanna hvort það sé eitthvað, einhverju áhuga, sko. Núna eru allir að reyna að finna eitthvað. Já. En þetta er mjög óhagkvæmt að vera að keyra 3.000 krónu vöru frítt til fólks út allan bæ. Það er betra að maður geti sett bjór með það, sko. Það myndi breyta allu, en ég held að það þarf ekki. Einhver svona endursköpun, Guðmundur, listin náttúrulega er elsta atvinnugreinin. Hún hefur lifað alltaf, hún hefur lifað af heimsstyrjaldir og borgarastyrjaldir og kreppur og blómstrandi erfiðleikum. Hvernig getur leikhúsið aðlaga sig af bara gerbreyttum tíma? Ég mælur náttúrulega að fólk að reyna. Það verið að streyma og sýna sýningar á netinu og svo framvegis. Þetta náttúrulega, þú veist, ok, stríð er eitt. Það má koma saman í stríði. En þetta náttúrulega bara svolítið annað. Þú veist, einhvern forsenda listviðburða að fólk fá að koma saman. Og þú sendir ekkert listamann heim ef það má ekki koma inn, skilur. Þetta ekki, þú veist, þetta rosalega skrítið ástand fyrir listamenn. Þú veist, fólk að reyna og ég veit ekki, kannski fyrir fólk aftur að kaupa plötur. Það var nú gaman en fólk var aftur að hætti bara að streyma á netinu og þú veist, það væri eitt, þú veist, þetta er náttúrulega kannski verst fyrir, þú veist, þá sem eru í þessum lifandi listum, þar að segja leikara og fólk sem allt starfsumhverfi byggir upp á samkomu. Skilurðu, hvað ætlar að gera í samkomubanni? Þegar það má ekki vera samkoma, og allt sem þú gerir byggist upp á því að fólk safnir saman og allir borga smá, skilurðu, og þannig stendur undir rekstrinum. Ef ég nota lottu aftur sem dæmi, ég veit ekki hvað þið þurfa marga áhorfendur til þess að bara dæmi gangi upp, þú veist, þurfa þið lágmark 100. Ef það verður sett samkomubann og það með ekki koma fleiri saman í 20, þá þessu bara sjálfhætt líka í sumar. Þetta er svo margt svona sem er svo erfitt að tækla, þú veist. Þú getur streymt og þú getur verið með live feed á Facebook og gert alls konar rosa næs, en það borgar ekki salt í grautinn og það kemur ekki í staðinn fyrir vinnu. Ég veit að með mig, skilur, ég er fæddur alveg upp í sveit, ég fer bara í vegavinnu í sumar, skilur, ég mun ekki geta setið heima og gert ekki neitt, sko. En það eru kannski ekki allir sem að hafa, þú veist, þann bakgrunn að treysta sér í svoleiðis, hreinlega. Ég veit ekki maður. En nú er mikið rætt svona við sem að lenda í erfiðleikum og það þarf að grípa til aðgerða og það verður að bjarga fyrirtækjunum og það verður að bjarga störfunum og ráðningasambandinu og þau kannast við þetta allt úr umræðinni. Og ég spyrja þig, Elín, finnst þér, þú eru hlustar á þetta, finnst þér eins og sé verið að tala þinn rekstur og þína fjölskyldu og þína stöðu? Nei, alls ekki. Það er verið að tala þessa sundlaugu Grindavík og það er verið að tala flugleiðir og það er verið að tala stóru fyrirtækin. Það er ekki verið að tala litlu fyrirtækin og ég heyri það bara á starfsmönnum í bankanum að þetta eina sem okkur býðist er lán með persónum ábyrgðum. Það er ekkert annað og þú þarft að borga 25% laun til starfsmanna sem ekki að vinna og engin innkoma. Það er 0 innkoma og þú þarft samt að borga allan fastan kostnað. Og þetta sé verið einhver aðgerðapakki að þú staðgreiðsla á tryggingagjald þarf ekki að borga það strax. Það hjálpar ekki neitt. Þú þarft að borga það. Þessi peningur kemur ekkert aftur. Þannig að það verður að búa til eitthvað svona status quo en það kemur allt á mann eftir, ef málið leysist þetta opnast allt eftir 2 mánuði þá býður það bara eftir þér. Þannig að þetta er ekki laust. Þetta er vissulega ágætt. En Guðmundur, þegar þið verið að tala að nú þurfum við að bjarga störfunum, finnst þér eins og sé verið að tala starfið þitt og starfið fólksins sem að þú vinnur með dagsdaglega í leikhús og tónlist og skemmtunum? Já, sko, mér hefur fundist þessi ríkisstjórn alveg taka þennan geira alvarlega og þau náttúrulega að sýna það með því að setja milljarð inn. Ég meina, auðvitað er það voðalega lítið miðað við Þýskaland sem setur 55 milljarða en þeir náttúrulega eru líka, hvað er þeir, 100 milljón manns, við erum 300.000. Þetta var miðað við fólksfjölda, sko. Miðað við fólksfjölda, ég skil þig, ok, það vantaði. Já, en ég meina, þú veist, auðvitað myndi maður vilja sjá
miklu betur gert, en náttúrulega það hlýtur á svona tímum að vera forgangsatriði að halda heilbrigðiskerfinu gangandi, að geta sinnt öllu því sjúka fólki sem við erum að díla við, að gamalt fólk svelti ekki heima hjá sér, og þú veist, ég held að listamenn séu ekki, allan í kringum mig, gangi ekki með þá grillur í hausnum að við séum númer 1, 2 og 3, sko. En mikið djöfulli væri leiðilegt að lifa ef við værum ekki til staðar, sko. Og við náttúrulega erum svolítið í sama pakka eins og þetta veitingafólk sem er í þættinum, að við þurfum fólk. Þú veist, það bara númer 1, 2 og 3. Það það sem gerir þetta svo rosalega erfitt. En sko, já, þannig að þú veist, mér finnst alveg verið að gera tilraun, það verið að rétta fram hendi hvort þetta milljarður nóg eða hvernig alltaf útfæra þetta, þú veist, það allir bara svolítið að bíða og hugsa bara, ok, frábært að heyra, þú veist, þetta ekki 750 milljón lengur, þetta milljarður í listir og íþróttastarf. Og þetta allt rosalega opið og það allir bara rosalega mikið að bíða bara eftir, ok, hvað þýðir þetta í alvörunni? Þú veist, þetta svona svolítið eins og kosningaloforðið lækkun skatta, sko. Hvað þýðir það í alvörunni? Í New Deal í Bandaríkjunum sem að margir horfa til núna sem viðbrögða við svona kreppu, að þá var listalífið styrkt mjög mikið, stofnað alls konar leikhópar, skrifað nýjar kennslubækur, búið til listaverkin í opinberu byggingum, þannig það var á þeim tíma, sko fyrir, hvað þetta orðið, 90 ár, að þá voru orðið fólk til þess að það hluti af svona aðgerð, því að ef þú hvort sem með fólk á atvinnuleysisbótum, þá hvort sem að tryggja framfærslu þess, og þá allt eins gott bara að búa til verkefni, og ef þú búa til verkefni, þá ekkert gaman að allir séu bara að vinna í verksmiðjum og svona, heldur verður þá bara að búa til vinnu fyrir listamenn og skemmtikrafta og annað slíkt, því það miklu betra heldur en að hafa það heima á atvinnuleysisbótum. Já, ég meina algjörlega, og þú veist, þetta er oft sko skammsýnin hefur oft verið svo mikil á Íslandi, menn það voru mjög fáir held ég, þú veist, allavega á sínu tíma voru svona mjög margir í mínum geira og náttúrulega þjóðin bara yfir höfuð svolítið reið út í Hörpu dæmi, skilurðu, en nú flykkjast að túrista til að skoða Hörpuna, það eru sæt ekki í dag, ég verð að leiða ekki í dag, nei, akkurat, nei, þú veist, en þú veist, en það er mjög áhugavert að hugsa til þess að einmitt svona hlutir þessu út að nefna, að búa til ný námsköp, skapa ný listaverk og svo framvegis. Þú veist aldrei nema þetta verði bara einn góðan veðurdag aðdráttaraflið, eða þú veist, það sem að drífur þjóðina áfram. Ég meina, hverjum hefur dottið í hug eitthvað flugvélaflak út á miðjum sandi, yrði slíkt aðdráttarafla, þú veist, veldur slysum. Þú veist, þetta bara eitthvað sem gerist af því að einhver Justin Bieber kemur og tekur myndband þarna og þá bara allt í orðið eitthvað. Og þá verða allir að fara og taka mynd af sér. Þú veist aldrei hvað þetta er og það kannski svona sem svolítið verið erfitt oft með minn geira, þegar maður tala minn geira, að þú veist, þetta ekki þannig að þú ert fjárfestir og þú setur svona mikla peninga og þá færðu svona mikið tilbaka. Þetta bara þannig að þú þarf bara að búa til frjóan jarðveg og sána og anskoti mikið að þá muni eitthvað koma út úr þessu. Og ég veit ekkert endilega hvað það er, en ég veit að það mun eitthvað gott koma út úr þessu sem á endanum mun hafa þjóðhagslega hagkvæm áhrif á allt samfélagi. Ég get ekki sagt þér hvað það er. Svefni, í lokinu þá langar ég að spyrja, því ég að spyrja þau svona hvort að þau spegli sig í svona almennri og opinberri umræðu. Oft það þannig að fólk út á landi upplifir það svona þegar verið að ræða aðgerðir og ástandið og eitthvað fleira, þá sé þetta umræða sem að þau eru ekki alveg með. Nú Vík í Mýrdal svona þá sá staður sem kannski að fá þyngsta höggið, mögulega Reykjanesbær, sem svona augljósustu staðirnir sem fá þyngsta höggið. Finnst ykkur svona það sem verið að ræða ykkar stöðu? Hvað sérstaklega til okkar. Þetta náttúrulega bara eins og bara með veitingageirann, þetta einmitt eins og þessi 25% þarna sem að ef þú ert ekki með neina tekjur, hvað getur þú þá að lifa af lengi að borga samt bara 25%? Og eftir það, þá þarf þetta að segja upp starffólki og þú ert að borga full í mánuði, sko. Þannig að það ekki þetta að halda því rúlandi endalaust, sko. Þannig að viðmiðanir eru kannski ekki sem að passa ekki alveg við veitingabransan þegar verið að tala hvernig að koma. Við sjáum ekki sérstaklega á okkur að það sé betra út á landi eða verra út á landi, sko. Þetta ég finnst það svona ekki tekið inn eitt þannig, sko, að þetta sé eitthvað sérstaklega tekið Reykjavík eða höfuðborgarsvæðið. Það var gríðarlega deilur inn í Alþýðusambandinu það hvort að Alþýðusambandið ætti að fallast á það að gefa eftir 3,5% af iðgjöldunum. Eru þetta kannski svo lágar upphæðir
lágt hlutfall af kostnaðinum ykkar að þetta eiginlega skiptir ykkur máli. Það bara munar allt, sko, í öllu núna, sko. Það bara, maður fann að kíkja hver einustu krónu sem maður eigir, þannig að það ekkert, hvort það sé 3,5% af einhverjum launakostnaði eða einhverju, það bara munar allt, sko. Herðu, ágæta fólk, ég ætla að þakka ykkur fyrir spjallið að gefa okkur svona smá innsýn inn í svona ykkar stöðu í kreppunni og inn í raunveruleika þeirra sem eru í sjálfstæðum atvinnurekstri og lifa í harkakerfinu. Guðmundur Ingi Þorvaldsson, leikari, þeirra þakkir. Elín G. Ragnarsdóttir, vert á Gráa kettinum og Sveinn Sigurðsson, einn af eigandunum Smiðjunnar brugghús í Vík í Mýrdal og ég get mælt með báðum þessum veitingastöðum ef það eigi leið hjá. En lengra verður þetta ekki í kvöld, en við verðum hérna við Rauðaborðið á morgun, á föstudaginn langa og þá verðum við að finna eitthvað þungt og dramatískt efni, eitthvað sem að slæri út kreppuna. Við reynum það. Takk hérlega í kvöld. Takk hérlega fyrir.